Komið sæl og blessuð. Nú ég að gera svolítið sem ég ekki vön að gera og það að taka spil svona fyrir hvert og eitt stjörnumerki. Ég vona að koma eitthvað að vita út úr því og það komið að bogamanninum. Ég búin að taka hérna spilin fyrir bogamannin og þetta á að vera svona orka helgarinnar. Kannski eitthvað lengur, eitthvað fram í vikuna eða næstu vikur. Og við skulum sjá. Bogamaðurinn fær hérna eins og voginn 2 ása sem táknar að eitthvað nýtt er á ferðinni. Nýjar byrjanir á einhverjum sviðum. Fortíðinni hjá bogamanninum má bæði sjá tilfinningalega ánægju og líka tilfinningalegan missi. Og þar á milli er riddarinn í mynt sem táknar oft mikla þolinmæði. Þannig að vellíðan og velgengni hefur verið til staðar hérna í fortíðinni og ég er nú bara að tala svona aprílmánuð cirka. Búið að vinna hörðum höndum að einhverju. Jafnvel búið að taka svolítið mikinn tíma að byggja upp ákveðna efnislega hluti. En síðan eru hérna einhver vonbrigði sem hafa orðið og sem að valda því að þú, kæri bogamaður, hefur þurft að takast á við miklar breytingar. Þessi missir, þessi tilfinningalegi missir, þessi eftirsjá, sorg, getur verið varðandi ákveðin eignamissi, skulum við segja, eða fjárhagslegan missi. Þetta getur líka verið dauðsfall, en mér finnst að tengjast frekar einhverjum fjárhagslegum hlutum þar sem að þú þurft að endurskoða fjármálin alveg frá grunni. Í dag stendurðu svolítið með pálmann í höndunum eftir þennan erfiða tíma og það er vegna þess að þú hefur haft kjark og þor og vit til að umbreyta í raun og veru svolítið öllu þínu lífi. Þú ert svolítið búin að setja á hvolf hlutina sem að voru að virka fyrir þig hérna áður fyrr en virka ekki lengur og búin að koma með nýja orku þar inn. Þannig í dag stendurðu í þeim sporum að vera með eitthvað nýtt í höndunum sem er að færa þér uppskeru og færa þér fjárhagslega velmegun og þú ert í raun og veru sigurvegari í því sem að þú ert búin að vera að taka þig fyrir hendur og það var einhver annar líka sem fékk hérna sigurvegara spilið. Þannig að þið eru, man ekki hvað merki það var. Þannig að helgina ertu að svona taka við lófaklappi og viðurkenningu varðandi þessi mál, þessar miklu breytingar sem þú ert búin að vera að ganga í gegnum. Og þú átt það svo sannarlega skilið og þú ert staðráðin í því að nota þessa nýju stöðu sem er komin upp til að fleyta þér áfram og til að koma hlutunum á hreyfingu. Þú vilt ekki aftur lenda í þessari stöðu sem að þú varst í fortíðinni. Þú ert ákveðin í því, kæri bogamaður. Og framundan hjá þér sé ég mikið að vera, mikinn eril, mikið af samskiptum. Það er eins og sért að fara að svona búa þetta svolítið til nýtt tengslanett. Þú ert að fara að hafa samskipti við fólk sem að
þú hefur kannski ekki verið í miklum samskiptum við áður, kynnast nýju fólki, vera innan stóra hópa af fólki. Þetta getur tengst vinnunniðinni. Þetta getur líka þýtt það að þú ert að verða meiri félagsvera heldur en þú hefur verið hingað til. Og svo svona eins og þú fáir svona skynsemis hugdettu að þessi góða staða þín sem komin upp núna, að þú færð pínu svona hræðslutilfinningu að þú muni missa hana. Þannig að þú heldur svolítið að þér höndum hvað varðar fjármálin þín og efnislega þáttinn í lífiðinu, sem alveg ósköp eðlilegt eftir að hafa gengið í gegnum einhvers konar tap. Og ef þið vilt þarftu að gera það á næstunni til þess að hlutirnir haldi áfram að ganga á þann veg sem að þú vilt. Þannig að fara varlega bara í peningamálum bara mjög skynsamlegt fyrir þig. Já, svo sé ég skemmtilegt fyrir þig, bogamaður, sem ég ekki búin að sjá hjá hinum, og það barn á leiðinni til þín. Þetta getur verið barnið þitt, sem sagt afkvæmið þitt, þetta getur verið ömmu eða afabarn líka. Það lítið barn að fara að fæðast inn í þitt líf, inn í þína fjölskyldu. Vá, hvað þetta fallegt. Ég alltaf svo glöð þegar þessi skilaboð koma til mín, því að það mjög sjaldgæft. Og sjáið bara fögnuðinn sem kemur í kjölfarið. Öll fjölskyldan að taka á móti nýjum einstaklingi, hámark tilfinningarlegar ánægju. Þetta var nú ekki amalegt að enda lögnin á þessu, til hamingju segi ég bara. En svo færðu eitt spil í viðbót. Já, einhver annar fékk þetta spil líka. Það eyðimerkur gangan. Ef þú ert hrædd það sem framundan, treystu í þá að almættið með plan fyrir þig. Og eins þetta kannski svolítið lýsing á göngunni sem búin og þú ert komin núna í höfn, vegna þess að þú treystir því að það yrði séð þig. Þetta spil svolítið spurning að treysta og sleppa takinu og leyfa alheiminum að sjá þig. Svo færðu eitt álfaspil líka. Ok. Þetta spil heitir Sonur. Ég alveg sannfærð það að einhver ykkar að fara að eignast son. En síðan enn fremur segir þetta spil mér að sonur ykkar sé að fara að eignast lítið barn. Það stendur á spilinu að það verið að fylgjast með syni ykkar og hann verndaður. Hann verndaður af englum á meðan að hann að skoða heiminn. Þetta getur líka verið skilaboð son sem farinn, sem fyrir handan, sem að senda ykkur kveðju. En mest af öllu tengi ég þetta við þessa barnsfæðingu sem kom upp áðan. Afskaplega falleg og góð tilfinning með þessu spili.
Heyriðu, kæri bóðamaður, þá er það síðasta spilið og það er svona já og nei spil. Ef að þið eru með einhverja ákveðna spurningu, þá er svarið við henni ekki vera viss að það verði svo. Don't count on it. Ok, þannig að það gæti brugðið til beggja vona með þessa spurningu ykkar. Ok, mikið var þetta skemmtilegt. Þá ætlum ég að þakka ykkur fyrir, kæru bóðamenn, og vona að helgin verði ykkur góð. Ljós og kærleikur til ykkar.